Jæja, Vili. Hvað segirðu gott? Heyrðu, bara allt gott. Það ekki? Jú. Yndislegt. Já. Ég sé hérna, ég þarf að koma kamerun aftur í gang hérna. Hvernig ertu? Hvað segirðu? Það er allt í gangi? Það er allt í gangi. Það ekki? Jú. Það er bara allt í gangi, alveg sama hvert litið er, hvort við erum að tala um verðbólgu, heimsmeistaramótið í knattspyrnu, Íslandsmótið í bestu deildinni og svo framvegis, þannig að það er að nægu að fylgjast með. Með hverjum heldurðu? Hvað hérna, hvað segirðu fyrir þess? Ég verð nú að viðurkenna það, ég held nú alltaf með Englendingunum. Ég bíð eftir að bikarinn fari til Englands því að við erum nú búin að alast upp í það að fylgjast með enska fótboltanum í gegnum tíðina. Ég er lýtsari og ég held með Englendingunum. Já, taktu mækina þess nærður hérna. Taka nær. Já, ég vil að heyrist alveg í þér. Já, nákvæmlega. Hérna, margt í þessu, núna náttúrulega erum við að sjá hræðilega þróun fyrir ykkur í verkalýðsbaráttu og ég sá að þú skrifaðir langan status svona, já, að þú værir að sjá fram á það, þetta væri uggvænlegur svona upptaktur af því að þið eru að fara núna líklega í einhvers konar kjaraviðræður, hvort sem að kjarasamningar munu bresta eða ekki. Og þá ákveður Reykjavíkurborg að leggja niður mannréttindaráð sem að þú telur að sé framlínu starfsemi sem að þurfi að halda vel í og að, já, þér þykir þetta vera það stef sem að geti komið að fólk sem að er að sinna raunverulegri framlínu starfsemi innan til dæmis Reykjavíkurborgar og núna náttúrulega munu mannréttindi hverfa og líklegt þá að mannréttindi hjá Reykjanesbæ munu líka verða fyrir ákveðnum hnekkjum. Hvað hérna, af hverju hefurðu svona miklar áhyggjur af þessum uppsögnum hjá hérna Reykjavíkurborg? Hvað er það svona helst sem að... Alltaf ertu spaugsamur tóti, elstum af föstudagsmóti. Ég hef bara ekki nokkrar áhyggjur af þessu. Ég veit ekki, auðvitað hefur maður alltaf saman með fólki þegar fólk missir vinnuna. En ég hef löngum talað fyrir því og er akkurat talsmaður þess að þessi útþensla ríkis starfsmanna og opinberra starfsmanna í ráðhúsum vítt og breitt landið er algjörlega orðið galið að mínu áliti. Þannig að það er mikilvægt að taka til vítt og breitt landið, fara ígrundað ofan í það hvað er nauðsynlegt til að sinna þörfum bæjarbúa og þeirra sem að þiggja þjónustuna. Ég tel að allt og víða sé orðið mjög mikið fytulag sem auðveldlega er hægt að skera niður. Því að munum eitt að þegar er sagt sko ríkið á bara að borga þetta eða sveitafélögin eiga bara að borga þetta og þau eiga að standa undir þessu og svo koma hinnir og þessir hópar og segjar já, þetta er bara eðlilegt að ríkið sinni þessari þjónustu eða komi þessum hópi til hjálpar og svo framvegis. Hvorki ríki né sveitafélög er að gera nokkuð skapaðan hlut. Það eru skattgreiðendur. Það er fólki sem greiðir skattana sem að stendur síðan undir öllum þeim útgjöldum sem ríki og sveitafélög þurfa að standa undir. Þannig að þegar er verið að öskra á ríki og sveitafélög að gera hitt og gera þetta, þá verður fólk að hafa það hugfast að peningandi detta ekki að himnum ofan, heldur eru það skattgreiðendur, fyrirtækin og fólki í landinu sem að þarf að standa straum að þessu. Þess vegna er ég hrifinn af því að þegar að stjórnmálamenn hafa kjark og þor til þess að taka til og reyna að gera rekstur sveitafélaga betri og horfa fyrst og fremst á þessi lögbundnu þjónustu sem að sveitafélagin þurfa að sinna. Þannig að þú hefur, er þetta ekki samt pínur ræsinni hjá þér að verka á láglauna fólk hjá Reykjavíkurborg þurfi að búa við þennan veruleika en að á Akranesi þurfi láglauna og verkafólk að búa við einhverjar betri starfsaðstæður? Er þetta ekki bara
Snýst ekki verkalýðsbaráttan standi í þessu saman? Að sjálfsögðu hún það að standa saman. En hún má ekki vera þannig að þú geti bara byggt til eitthvað fitulag sem að skakkreyndu síðan þurfa að standa undir, jafnvel störf sem að eru að mörgu leyti jafnvel óþörf, því að ég myndi ekki vilja vera að vinna í starfi þar sem að væri hægt að segja, heyrðu, farðu heim, framlag þitt ekki óskað og það stendur ekki til að ráða í starfið þitt. Ég fengi þá bara tilvinninguna, heyrðu, ég þá bara búin að vera að gera eitthvað sem að bara skiptir engu máli. Það þarf ekki að koma í staði fyrir mig. Ég held að því miður þetta orðið allt og víða, bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Og ég þá að tala í efri lögum stjórnsýslunar. Ég þekki nákvæmlega hvernig fólkið á leikskólunum, í grunnskólunum og sundlaugunum, íþróttamannvirkjunum og víðar, hvernig vinna þessa fólks Það sást bara best þegar að stytting vinnuvikuna var sett á. Þá klóruðu menn sér í hausnum yfir því, heyrðu, það ekki þetta að stytta vinnuvikuna hjá þessu fólki, sko. Það þarf að vera á staðnum. En í efstu lögunum, sko, þetta skipti engu máli. Við bara lokum hérna í hádegi á föstudögum eða við loka allan föstudaginn eða þú verður í fríi á föstudaginn. Þetta var ekki hægt. Gagnvart venjulegu verkafólki sem að vinna hjá ríki og sveitarfélögum. Það var bara ekki hægt. Og menn klóruðu sér í hausnum og sögðu, heyrðu, þetta bara kostar. Og þetta náttúrulega svo grátbroslegt að það hálfa væri haugur. En sýnir, svo ekki verður umvilst, mikilvægi akkurat þessa hóp. Fólki sem í raun og veru í gulu vestunum, eins og sagt eða grænu. Þannig að ég bara ánægður með það að stjórnmálamenn sé að fara að taka til, því að það vantar í íslenska pólitík að þora, hafa kjark og þor. Ver ekki þannig að segja bara, heyrðu, hvernig næ ég minni hilli best, jafnvel með að spreða féði skakkgreiðandi eins og enginn sé morgundagurinn og hugsa síðan ekki hvaða afleiðingar hefur það í för með sér eftir 4 ár. Því að þá bara hugsanlega verð ég bara hættur. Þetta náttúrulega algjörlega galið oft á tíðum. Pólitíkus og pólitíkin, hún þarf að hafa kjark og þor til að taka erfiðar ákvarðanir með hagsmuni heildarinnar að leiðarljósi. Og þetta hefur vantað í íslenska pólitík. Og hvar hérna, ef þú tekur svona afmörku svið, eins og uppsænir einhverju leyti, en hvar hefur svona helst skort á kjark? Hvað hérna ákvarðanir telur að ríkisvaldið ætti að vera að taka núna sem að þið hafa ekki kjark til þess að gera? Já, þegar þú ert að greiða 125 milljarða í vaxtagjöld eins og ríkissjóður, þá segir það sig sjálft að það vegna þess að því að skuldasöfnun íslenska ríkisins hefur verið bara taumlaust. Og þá þarftu að fara ígrundað ofan í hvar get ég náð hagræðingu. Og það ekki nóg fyrir stjórnvöld eins og þau gerðu í upphafi að kalla eftir frá almenningi hagræðingatillögum, og það voru 10.000 manna sem að sendu hinnar ýmsu hagræðingatillögur. Ég hef bara ekki séð neitt af þessu verða veruleika. Og þetta svona þessi dæmigerða sýndarmennska sem oft verður í íslenskri pólitík. Það svona, það vantar þetta að fylgja hlutunum eftir. Og þetta var mjög vel til fundið hjá stjórnvöldum að kalla eftir frá almenningi. Hvar teljið þið að hægt sé að spara? Og það stóð ekki á þjóðinni að koma með tillögur. En ég hef ekki séð það skila sér í hagræðingatillögum hjá ríkisstjórnin, allavega ekki til þessa. Nei, þetta líka ákveðið stef líka, þessi borgarmeirihluti má eiga það núna að þegar þeir taka nú við, að þá bara farið í aðgerðir strax. Og einu umkvartanir minnihlutans svona annars vegar svolítið sérkennilegar skoðanir það hvað séu mannréttindi og þau séu einhvern veginn fyrir bí núna þegar að fólk ekki á einhverjum bakkeltisfundum að skeggræða það hvernig megi koma fram við ákveðna minnihlutahópa, ákveðin veg og fleira
en með allavega eiga það að þau fara strax í þetta, en umkvartanir fyrst og fremst voru hérna að þetta gerast svo hratt, það má ekki hérna svona rugga bátnum svona mikið sko, og þá hugsaði ég alveg svona, já ok, það er svona pínu vandamálið, að það er bara ekkert hægt að taka ákvarðanir í íslenskum stjórnmálum, að það spretthóp og nefnd og fara með það inn í þetta og það kemur með skýrslu og svo skýrsla er notuð til einhverjar umræðin á Alþingi sem að síðan stofnar annan hóp og svo er alltaf að finna ný orði yfir spretthóp og hérna man nú ekki hvað öll þessi orði eru sko og maður hugsa bara, en ég meina við erum 400 manna samfélag, þetta ætti ekki að vera svona stórkostlega flókið að hver einasta ákvörðun tekur bara nokkur ár, alveg sama hvað er og lendur oftast í því í einhverju hít og gleymist sko. Þarna hittur bara naglana á öfðu. Við erum einungis 400.000 manns. En við högum okkur eins og við séum hér 20 milljóna þjóð. Og stjórnsýslan öll er í raun og veru þannig uppbyggð hjá okkur. Eins og við séum milljóna þjóð. Og ég held að þetta ná gríðarlegri hagræðingu hérna með því að ég leyfi mér að segja miklu meiri sameiningum. Bæði til dæmis eins og hér á höfuðborgarsvæðinu, líka hér út á landsbyggðinni, til að ná akkurat fram hagræðingu. En þá komum við akkurat að þessu sama sem að lítur að því að þá eru einhverjir hreppakongar sem að eru ekki tilbúnir til þess að sleppa sínum völdum og öðru slíku. En ég er sannfærður það að það væri svo sannarlega hægt að ná góðri hagræðingu eins og hér á höfuðborgarsvæðinu með því að sameina hér hérna sveitarfélög og annað. En svo er það þetta, hvað þetta tekur langa tíma og það er alveg hárrétt hjá þér að það eru margir fundir haldnir oft á tíðum yfir, ég veit ekki hverju sko. Ég er búin að vera í þessi 21 ár, þessari verkalýðsbaráttu og tekið þátt í mörgum fundum, en drotti minn dýri hvað margir eru oft tilgangslausir. Ég ætla bara að vera alveg heiðarlegur með það. Og ég get ímyndað mér sko hvernig það er í stjórnsýslunni sko. Hvað mikið af þessu fundum eru algjörlega tilgangslausir. En sem betur fer að þá skilaðu COVID okkur því að við gátum farið að vera hér með fjarfundi sem að ég vil menna að eigi að nýta miklu, miklu betur því að þeir eru skilvirkari og þeir spara gríðarlegan tíma bæði í ferðir og svo framvegis. Þótt að sé alltaf gott að koma saman annað vegið en þá er svona takmörk fyrir því hversu oft er nauðsynlegt að funda. Já, en hvað hérna, sko, hvernig verður upptakturinn bara með 1. september? Það verður náttúrulega ekki talað þetta fyrir en eiginlega bara samdægurs út af ESB-umræðum. En hérna, hvernig, við vorum að sjá núna í morgun að verðbólgan er að aukast og hérna það verður mjög áhugavert að fylgjast bara með því sko hvernig ríkisstjórnin bregst við því eða hvort hún bregst við því hérna tilur stöðun að vera eitthvað öðruvísi heldur hún var senast þegar ég og þú og Sólveig hittumst síðast. Nei, í raun og veru ef hún er eitthvað þá er hún verri heldur þegar við tölum saman síðast. Já. Vegna þess að núna hefur þetta blasað við í raun og veru í hvað stemdi og munum það að verðbólgan er ekkert náttúrulögmál. Verðbólgan er mannanna verk. Hún verður til vegna þess að það er ykkur sem stjórna fyrirtækjum, stjórna verðlagi sem taka ákvörðun það að hækka verðlag á milli mánaða. Og ef að menn ræðast þetta virkilega, þá hefðu þessi sömu aðilar sem að hafa áhrif á neysluvísitöluna frá mánuði til mánaðar, geta tekið ákvörðun það að segja, heyrðu nú bara stoppuðu sko, nú bara höldum við okkur. Því er ekki til að dreifa þegar þetta er skoðað. Flugfargjöld er að hækka gríðarlega. Auðvitað er kannski skýring á því. Það er þotueldsneytið hefur hækkað gríðarlega milli mánaða. Samkeppnin er farin í raun og veru eftir að play fyrir markarum. Ég segi að reikna húsalega er líka að hækka umtalsvert og svo framvegis. 12 mánaða verðbólgan, sko verðbólgan fyrir mánuði síðan sem datt út núna í þessari mælingu var 0,84% sem var mjög hátt. En hún fer upp í 0,94%. Þess vegna er hún að aukast úr 5,1 upp í 5,2. Þannig að við erum að fara í öfuga átt. Við erum ekki einu sinni að standa í stað. Og við skulum átta okkur á því hvað þýðir þetta.
0,94%. Ég ætla bara, fyrirgeðu mér, sko, Þóra, Hvað með reikningin? ég kann bara koma með reikningin þetta núna með verum. Það er ekki flókið reikningur. En íslensk heimili skulda í verðtryggðar skuldir 2000 milljarða og 0,94% gerir það að verkum að verðtryggðar skuldir heimilana hækka tæpa 20 milljarða á 30 dögum. 20 milljarða. Og þetta eru þannig tölur, skilur, og þetta leggst ofan á höfustól verðtryggðra skulda hjá íslenskum heimilum. Og það var þetta sem við Sólveig Anna og Samin tókum höndum saman í apríl 2024 að gera þessa heiðarlegu tilraun. Að semja með hófstilltum hætti til langs tíma, semja 23.750 krónur. Við vildum ekki neina prósentur í og Sólveig, en það voru aðrir hópar sem heimtuðu það að fá fyrst 3,25 og síðan 3,5 sem að við létum síðan eftir til að ná öllum saman gegn því að allir myndu taka þátt. Ríki myndi halda aftur af gjaldskrárhækkunum og sveitarfélög og verslun og þjónustu og allir þessir aðilar. Þetta var mikil stemming á þessum tíma og allir ætluðu að vera með. Það var bara þannig, ég hef sagt þetta áður að meira að segja golfklúburinn í Sandgerði lækkaði klúbbgjaldi hjá sér úr 8% niður í 3,5%, sendi fréttatilkynningu út það og fleiri fyrirtæki ætluðu að vera með. Síðan kemur bara ljós. Að leiðum við erum búin að skrifa undir þá bara hætta menn þessu. Það skít sama, við erum búin að festa okkur í 4 ár, við viljum ekki vera með. Við viljum bara fá að halda áfram að græða meir í dag heldur við grættum í gær. Þetta viðhorfi sem því miður allt og ríkjandi í íslensku samfélagi að menn ekki tilbúin til að leggja eitthvað á sig og axla sína ábyrgð til að vera með. Hér fákeppnin ómikil og það vantar alla samkeppni og það vantar alla samfélagslega ábyrgð í því að taka þátt. En ég vil að samaskapi segja að við Íslendingar búum í dásamlegu landi, sko. Við höfum allt til alls. Já, við gerum það ennþá allavega. Við gerum það ennþá, við erum passa okkur á því að halda því, en við þurfum, það eru 2 þættir sem við ráðum ekki við. Og ég skil ekki með allt þetta hámenntaða fólk okkar, sprenglarða, að við séum ekki ennþá búin að finna flöt á því að vinna bug á verðbólgu, vinna bug á þessu vaxta umhverfi sem við búum við. Hvað það nákvæmlega sem veldur því að meðaltalsverðbólga á Íslandi 5% frá aldamótum? Við erum bara á löt. Við erum með meðaltalsstýrivexti í 7% og takt eftir. Hvar erum við akkurat í dag? Við erum með 5,2% verðbólgu og við erum með stýrivexti í 7,5%. Við erum bara nálægt þessu meðaltali sem hefur verið. Og þá verðum maður að spyrja sig, eitthvað inn í kerfin okkar sem gerir það verkum að við erum alltaf þarna? Ég held já. Ég held að sé eitt. Og það lítur að því að við erum með lífeyrissjóðskerfi sem á 9.000 milljarða og þar af 5.800 milljarða sem eru inn í íslensku hagkerfi. Eru hér inn í Högum, Bónus, Krónunni, öllum þessum fyrirtækjum, tryggingafélögunum og öllu þessu dóti. 5.800 milljarðar. Leikum okkur á tölum. Ávöxtun að krafa lífeyrissjóðanna 3,5%. Þeir segja að við verðum að fá raun ávöxtun upp á 3,5% á ári á peningan okkar til að gamla fólki geti haft að náðugt í ellinni. En hvað þýðir þetta? Þetta þýðir á þessa 5.800 milljarða þá þarf þetta nafna ávöxtun upp á 8,6% með verðbólgunni sem hún í dag. Sem gera 489 milljarðar þarf að koma úr íslensku hagkerfi til að standa bara undir nafn ávöxtun lífeyrissjóðskerfisins. Setjum þetta í samhengi. Útflutningstekjur alls sjávarafurða á Íslandi eru 359 milljarðar. Þetta meira heldur en öll sjávarauðlindin okkar að skila.
þá þurfa lífeyrissjóðirnir 100 milljörðum meira heldur en öll auðlindin okkar. Strandveiðin, togararnir, loðnuvertíðin, makrílveiðarnar. Þetta dugar ekki til að standa undir ávöxtunarkröfu lífeyrissjóðanna. Og hvað er gert til að láta þetta gangu upp? Hærri vextir, verðtrygging, hærra vöruverð, hærri tryggingar og svo framvegis. Þetta er stóra vandamálið í íslensku hagkerfi. En trúðu mér, lífeyrissjóðskerfið okkar er samt frábært. Við eigum 9.000 milljarða. Við erum búin að leggja fyrir því að fólk geti hér komist og fengið ellilífeyri þegar það verður. En við getum ekki sem 400.000 manna þjóð ætlað að vera hamstrar á hjólinu og standa sjálf og ein undir þessari ávöxtun sem að lífeyrissjóðskerfið þarf. Normenn gera þetta með allt öðrum hætti. Þeir taka olíusjóðu sinn og fjárfesta. 95% af olíusjónum er fjárfest utan Noregs. 40% okkar. Það er mjög hátt hlutfall á... Það er 40% en það er 60% eftir. Normenn eru 6 milljónir, við erum 400.000. En auðvitað er olíusjóður miklu stærri heldur en kannski hlutfallslega, ég veit ekki hvernig, við erum með frábært lífeyrissjóðskerfi en við verðum að finna flöt á því hvernig getum við aukið og heimila lífeyrissjóðunum að fjárfesta meira erlendis og ég segi lífeyrissjóðir eiga ekki undir nokkur kringumstæðum að vera fjárfest í högum, í festi. Af hverju segi ég þetta? Eða í tryggingafélögum, olíufélögum, flutningafyrirtækjum, einfallega vegna þess að til að ná arðseminni þá verður að leggja álögur ofan á neytendur til að geta skilað ávöxtun. Þess vegna er miklu skynsamlegra að lífeyrissjóðirnir fjárfesti mjög mikið í útflutningsfyrirtækjum eins og til dæmis í sjávarútvegi. Á hverju? Jú, vegna þess að þar þarf þú ekki að leggja neina álögur á neytendur ef þú fjárfestir í sjávarútvegi. Þá er það bara hvernig verður afkoman, hvernig verður fiskverðið, hvernig verður kvótastaðan og hvernig er rekstur viðkomandi sjávarútvegsfyrirtækis. Þú þarft ekki að leggja neitt á neytendur. Tökum nýjasta dæmi, það var útboð hjá Laxey í Vestmannum, frábært fyrirtæki, sko mun skila 42 milljörðum í útflutningstekjur þegar verið komið í fulla afköst, 42 milljarða. Þar voru 6,2 milljarðar eða 6,9 milljarðar í hluta fjárútboð. Þarna áttu lífeyrissjóðirnir að bara stökkva beint á þetta og kaupa þetta allt. Vegna þess að þú þarft ekki að leggja álögur á fólki með því að vera fjárfesta í smáruvörslun eða tryggingafélögum eða svo framvegis. Fjárfestum í útflutningsgreinunum, gjaldeyrisskapandi atvinnugreinum, þar eiga lífeyrissjóðir að vera númer 1, 2 og 3, þeir eiga ekki að vera inn á dagvörumarkaði. Já, það er margt sem hún nefnir annars sko. Ég held reyndar að stóra ástæða fyrir mikilli verðbólgu eru stjörnugalnar ákvarðanir ykkar launahækkanir. En setjum það aðeins út fyrir sög við höfum rætt það. En fjarlægð fólks á höfuðborgarsvæðinu frá verðmætasköpun. Ég held að það sé risa þáttur sem að valda mikilli ég ætla að segja mikilli vanþekkingu á bara hagkerfum og maður sér alveg munin sko, maður var oft hlegið að þessu sko þegar maður var yngri, það var sko landsbyggðin og höfuðborgarsvæðið og landsbyggðin einhvern veginn þekkt þetta betur og eitthvað þannig og ég var alltaf svona að gera svona svolítið lítið úr þessu að það væri einhverjir tannlausir sveitalöppar sem að vissi ekki neitt sem að væri út á landi að þykjast búa til einhver verðmæti en óháð því hvort það var rétt á eða ekki þá er það allavega rétt í dag og við búum bara við þann veruleika að á höfuðborgarsvæðinu þá eru það útlendingarnir sem að sinna því að búa til húsun okkar, það eru útlendingar sem að sinna svona þjónustu sem við þurfum á að halda að við erum öll búin að móka okkur í einhver svona sérfræðistörf sem að ég ætla ekki að gera lítið úr en aftur á móti að þá fjarlægastu þá tengslin við raunverulega verðmætasköpun sem að stendur undir velferðinni og ég tel, bara eins og með styttingu vinnuvíkunar og fleira, að við erum bara búin að sannfæra okkur það
alveg sama hversu löt við erum, sama hversu mikla kulnun við förum, að þá bara eykst verðmætasköpun, það bara eitthvað annað fólk sem stendur undir þessu og okkur alveg sama. Af hverju ekki þetta tekið betur inn í reikningin þegar að ræða til dæmis kjarabaráttu? Bara fólk sem að sinna verkamannavinnum sem að standa undir verðmætum, eru í fiskveiði, eru í álverunum, eru að sinna þessum bara svona grunnþörfum, þar sem að bara, ef að þú ert veikur á morgun, að þá þurfum við bara að hringja út. Það á ekki við mannréttindaráð Reykjavíkurborgar, sem að núna heyrir sögunni til reyndar. Ég get, Tóti, veist að þetta er bara frábæra ræður, Við erum bara með frábæra ræður. Ég veit að þú bara tikkar í öll bóksin, þetta er bara nákvæmlega svona, og mér finnst þetta rof hér á höfuðborgarsvæðinu. Ég hef sagt þetta á fundum, ég hef sagt þetta í ræðu og ritum. Mér finnst höfuðborgarsvæðið ekki átta sig á því, ég er ekki að segja, ekki að fullir það sé allir, alls ekki, en það er alltaf stór hópur sem gerir sér ekki grein fyrir því hvar hinn raunverulegu verðmæti verða til og hvernig við erum að reka samfélagið okkar. Við erum að reka það með gjaldeyri skapandi verðmætasköpun. Þannig rekum við samfélagið okkar. Við gerum það ekki með opinberu störfum, með fullri virðingu fyrir þeim, en þau eru nauðsynleg til að styðja við hitt. En það er búið að snúast öll og hvolf. Opinberir starfsmenn eru konur á undan fólkinu sem að skapar í raunverulegu verðmæti til að það sé hægt að standa undir opinberu störfum. Það er ekki hægt að standa undir opinberu störfum nema við séum hér með alvöru verðmætasköpun í íslensku samfélagi. Í tökum dæmi þar sem að ég hef þurft að standa fyrir og vera að verja. Þetta er svo galið. Veistu það, ég ætla að rifja það upp, tökum bara álverin sem dæmi. Því ég gerir mér alveg grein fyrir því að þegar rekstrar erfiðleikar verða í stóriðjum, íþyngjandi reglugerðir, íþyngjandi álögur á fyrirtækin, þá getur það leitt til þess að það vera að ógna atvinnuöryggi minna félagsmanna. Álfeður sagði þetta nú bara hjá Elkem. Sko, Elkem er að berjast fyrir lífi sínu og það er ekkit víst að Elkem muni yfir höfuð lifa af. Nú er til dæmis að koma á þau svo kallar loftslagsskattar ETS og ef ég skildi forstjóran rétt að þegar þeir verða komnir að fullu þá muni þeir nema 4 milljörðum sem er 2-falt meira heldur en launakostnaði viðkomandi fyrirtækis. Hvernig á þetta að vera hægt? Þetta er galið og við Íslendingar sem eru með 80% af allri orku á Íslandi sem er endurnýjanleg, græn, á meðan að þjóðir keyra hér áfram á gasi, olíu og öðru slíku, er að rukka okkur eins og við séum einhverjum umhverfissóðar og við bara segjum já, bara borgum. Icelandair búið að borga frá 2022 13,9 milljarða í loftslagsskatta. Og svo uppað mun margfaldast. Margfaldast. Og Icelandair er ekkert að borga þetta. Heldur það bara fólkið sem að þarf að kaupa flugsætin. Það er ekkert, þetta er bara neytendur sem þurfa að borga þetta. En ég hef staðið frammi fyrir því þegar að listamenn og fleiri aðilar sem eru jafnvel á launum hjá hinu opinbera koma og segja bara loka þessum álverum. Lokum þessu bara. Finnum eitthvað annað, gerum eitthvað annað. Grundartangasvæðið skilar 151 milljarði í útflutningstekjur. Tæplega 10% af útflutningstekjum koma frá Grundartanga. Svo hefur maður heyrt. Það verður að gefa raforkuna. Fáum ekki fyrir hana. Og fólk bara trúir. Já, þeir þurfu ekki að borga neitt fyrir rafmagnið. Norðurál er að greiða 25 milljarða á ári fyrir raforkuna og Elkem er að greiða í kringum 5 milljarða. Þessi fyrirtæki er að skila hér 50-60 milljörðum inn í íslenskt hagkerfi. Svo kemur fólk sem ekkert veit, fyrir ekki að ég tali svona, og segir bara, þá bara loka þessu. Fólk á bara að fara að gera eitthvað annað, finnum eitthvað annað. Og það er nefnilega rosalega mikið fólk sem hefur engan skilning á verðmætasköpun. Hvalveiðarnar. Þetta er sama ruglið þar. Það er líka loftslagsaðgerð að koma í veg fyrir það að
heldur betur. að Kristján Loftsson komist á hvalveiðar og ég meina þið hérna fáið einhverja 1-2 miljónir í einhverju smá vertíð en í staðinn þá fórnum við loftslaginu. Góður, það er nú reyndar í öfu átt þegar þetta er skoðað, þannig að þú ert að vara með rátt mál hér. En hugsaðu þér sko mikilvægi þess að það ríki jafnvægi í lífríkinu. Og svo koma snillingar, svona, ég nenni ekki að nefna nöfnin á þessu fólki, sko, því ég verð svo hissa, því þetta er fólk sem við sittum á Alþingi og alls staðar. Sko, já, þeir éta rauðáttu, langræðna, þetta skiptir engu máli. Rauðáttan er undirstaða síðan fyrir fæðutegund, fyrir loðnu, fyrir makril, fyrir síld, fyrir þorsk og fyrir ísu og annað slíkt. Ef að á öðrum endanum er allt og mikið á hvölum við Íslandsstrendur, þá getur það haft ójafnvægi í lífríkinu og bitnar síðan á öðrum tegundum hjá okkur. Á meðan að Kristján Loftsson vill skapa hér upp undir 200 fjölskyldum vinnu í 34 mánuði, reyndar meira vegna þess að hluti af fólki er í heilsársvinnu upp í Hvalstöð við að hafa eftirlit með búnaði og viðhaldi og öðru slíku. Ég getur að vera svona upp undir 10 mann sem eru allt árið hjá honum. Ég tek bara hatt minn ofan af fyrir þessu manni, þótt að við höfum nú eldað, sko, ég teki marga sko snerruna, ég fór nú með hann fyrir dómstóla því við vorum ósáttir og það er bara í lýðræðisríki og gerum við það, en kallinn var aldrei sáttur með eftir að ég gerði það og mér er alveg saman, við höfum ekki talað saman ég og Kristján í bara mörg ár. Í alvörunni? Já, nákvæmlega. Ég er fyrst og fremst að verja hagsmuni minna félagsmanna. Lífsafkomu minna félagsmanna. Ég er að verja lífsafkomu minns sveitafélags sem mun fá 10 miljóna í útsvarstekjur af vertíðinni. Ég er ekkert að hugsa eigendur Norðuráls sem að eiga þessi fyrirtæki. Ég er fyrst og fremst að hugsa atvinnuöryggi minna, félagsmanna, sveitafélagi mitt og svo framvegis. Og ef að fólk skilur ekki hvert er hlutverk stéttarfélaga, þá er það ekki bara að semja kaup og kjör, það er líka að verja atvinnuöryggi sinna félagsmanna. Og maður þarf að standa stundum í stafni þar og því að ef þú leggur auknar álögur á fyrirtækin, þá getur þú verið að minnka möguleika þína á því að geta sótt síðan kjarabætur til handa þínu fólki. Því þú tekur ekki sömu krónuna tvisvar sinnum. Það er bara bláköld staðreind. Þannig að ég fylgist mjög vel með hver afkoma þessara stóru fyrirtækja er á mínu svæði. Ég kann nokkurn veginn ásreikning þessara fyrirtækja utanbókar. Þannig að ég bara veit hvað ég er að tala og reyni að nýta mér það síðan í kjarasamningsviðræðum. Því er ekkert fyrir þetta fólk að koma og alltaf ljúga ykkur af mér, sko. Bara gleymdu því. Ég veit nákvæmlega hvað súrálið kostar, ég veit nákvæmlega hvað álverðið er og ég veit nákvæmlega hver heildartala þessara fyrirtækja er. Þannig að það hefur líka skilað okkur því að launin í stóriðunum eru góð. Þú vinnur þar 145,6 tíma á mánuði. Þú tekur 6 vaktir á 5 dögum og 5 daga í frí. Og þú þarft ekki að skila nema 145 tímum á mánuði. En þetta er líka hardcore vinna. Þetta er erfið og oft á tíðum hættuleg vinna. Sem að fólki sem situr á, hvað sagður Tómsen, hvað heitir staðurinn og Kjarval. Já. Þetta lið myndi ekki geta verið þarna einn dag í hitanum og hættunni. Það get ég alveg sagt. Nei, það er mjög margt í þessu, sko. Þú talar það, út af að við erum komin í hvalveiðarnar, talar það að við gætum ekki látið skoðanir öfgafólks, hversu örlítis minni hluta, stýra því hvernig við hugum okkar hagkerfi og okkar stjórnmálum. Hvað meintirðu með því? Ég bara meina bara nákvæmlega það sem ég segi. Þetta er mjög, oft á tíðum mjög fámennur hópur. Alltaf í sama dótinu. Já, eru bara hoppa á milli málstaða. Já, og eru jafnvel atvinnu mótmælendur. Eru oft á tíðum bara mótmælendur til að vera á móti. Mæta alltaf á sömu viðburðina.
ég virði alveg skoðanir fólksins og þegar kemur til dæmis að dýravenduna sjónamiðum. Hver vill vera það vondur í sér að kvelja og meiða dýr? Ég bara fullir það að allt heilbritt fólk vill að aflífun dýra sé sem best. Og hver er niðurstaðan? 80% af hvölum sem að hvalur veiðir drefst samstundis í fyrsta skoti. Þá standa eftir 20% þar sem verða frávik. Stundum þurfa að beita öðru skoti og stundum 3. Og það er alltaf þannig við veiðar á villtum dýrum að það verða frávik. Hvað halda menn að gerist á rjúpnaveiði, gæsaveiði, hreindýraveiðum og svo framvegis? Halda menn að þessi þægilegt að vera þorskur og býta hér á krókana hjá strandveiðikollunum? Nei, gleymdu því að það sé þægilegt. Eða vera í trollinu og dregin. Hvar eiga mörkin síðan að verða? Hvar ætlar þetta fólk síðan að stoppa? Þetta eru auðlindirnar okkar og það er mikilvægt að við veiðum eftir þeim ráðgjöf sem að okkar vísindamenn gefa út eins og Hafrannsóknastofnun og svo framvegis og við förum eftir þeim leikreglum sem að gilda varðandi veiðar og vinnslu hvala afurða og meðan það er til maður sem að vill skapa þessi verðmæti fyrir íslenska þjóð þá eigum við bara að vera með standandi lógaklapp fyrir því og ég er með það vegna þess að ég veit hvað þýðingu þetta hefur fyrir það fólk sem að þarna starfar og þá tekju möguleika sem að er í boði. En ég gerir mér alveg grein fyrir því að vinnu törnin og vinnu álagið yfir hávertina er mikið en það er það sem fólki sækist eftir, ná sér í góðar tekjur á skömmum tíma, fer síðan jafnvel í háskóla, þarf ekki að taka sér námslán og svo framvegis það eru dæmi slíkt. Þannig að þetta er ekkert nema af hinnu góða. Já, ég sko út af því að nú var föðurfjölskyldan öll á sjó og ég ætlaði alltaf á sjó. Ég maður þegar ég var 16 ára, þá var frændi minn skipstjóri og hann sagði heyrðu, komdu með mér í 1-2 túra. Og ég var alveg svakalega spenntur, pabbi og gamall sjómaður. Og hann var ekkert svakalega hrifinn, hann bannaði mér það ekkert sko, en hann var þess svolítið valdandi að ég ákvaði að gera það ekki. Og núna er ég mjög ánægður að hafa ekki farið út af því að maður festist svo mikið í þessu eins og margir sjómenn segja oft, þrátt fyrir það þessi mjög mikið af sjómennum sem eru mjög ánægðar í sínu starfa sjálfsögðu. En það var alltaf að tala sko fiskinn minn, það er að segja þjóðarinnar. Og ég sko, það er ekki séns að ég myndi til dæmis í dag nenna að fara að byrja á sjó. Bara ekki að ræða það. Ég verð sjóveikur ef ég sko fyrir Baldur í nokkrar klukkustundir sko. Og mér finnst það bara að vera algjör geðveiki. Man síðast þegar ég fór í Baldur yfir á sunnanverða Vestfirði að þá ældi ég svo mikið sko. Ég sagði bara, heyrðu, þetta geri ég, næst geri ég bara malavegin sko. Það er ekki að ræða því nenni þess aftur. En og það sem að mér finnst svolítið sérstætt sko er að einmitt þegar fólk er að segja sko þetta er minn fiskur. Þetta er minn fiskur. Þá ég einhvern veginn hef aldrei, og ég er alveg til í það með allir hérna koma að drulli við Þorstein Má og Heiðrúnu Lind og með allir drulli við hérna en ég hugsa alltaf svona, mér líður ekkert svakalega eins og þetta sé minn fiskur út af því að það þarf að gera allan andskotan við hann, ekki bara ná hann með sjónum heldur, svo í kjölfara því fristan og að fá einhverja verði í hann. Góður punktur hjá þér hérna Þorvar. Ég byrjaði til sjós 15 ára gamall. Ég var á sjó alla mína hunds og kattatíð. Faðir minn var útgerðarmaður. Ég reri hér á 150 tonna báti hjá föður minni, ég var á skautóra, ég var á trillum og ég var á sjó alla mína hunds og kattatíð. Alveg allt þar til að ég hóf störf í Hvalfjarðargöngum 1998, þá hætti ég til sjós. En ég þekki þetta allt sem þú ert að lýsa. Og það er alveg rétt. Það er auðvelt að sitja með kaffi latte á kaffihús og segja að þetta er fiskurinn minn. En það er æðimargt sem þarf að gera áður en þessi fiskur kemur á diskinn hjá fólki. Og það eru mörg handtökin og margar hætturnar sem að íslenski sjómenn þurfa að
kljást við daginn út og daginn inn, þó svo betur fer hefur öryggismálum að aðbúnaði sjómanna sko tekið stakkaskiptum og þökk sé í raun og veru góðu fiskveiði stjórnunarkerfi. Sjáðu skipaflotan, tökum bara hjá Guðmundi Brim, sjáðu uppsjávarflotan hjá honum, sjáðu nýju frystitogarana, breytingin sem hefur orðið á aðbúnaði sjómanna. Þetta gerist ekki nema vegna þess að það er verið að reka þessi fyrirtæki hérna vel og að sjálfsögðu á að greiða fyrir afnot af auðlindinni, en það þarf að passa sig á því að ógna ekki rekstrar afkomu fyrirtækjana þannig að meira verði minna. Já, ég ætla að skjóta inn í hérna því að náttúrulega maður sér þessar tölur, þetta er alveg svimandi tölur og sem að þeir eru að greiða út í arð og fleira sko, þannig ég bara það bara láta einhvern annan útreikninga hversu mikið er hægt að taka til viðbótar eða hvort það sé að taka til viðbótar og hvort það myndi á áhrif á fjárfestingar. Ég er ekki nægilega vel að mér því. En heldur þú að það væri meiri sátt sjávarauðlindina ef þetta væri taprekstur? Heldur betur ekki. Eins og það var í gamla dag. Ég heldur að væri meiri sátt nei. Þjóðarinnar. Sko, ég kann segja hvað sáttin er ekki. Sáttin er ekki það eins og hvernig hefur verið komið fram við hinna dreifðu byggðir þessa lands. Þar á meðal okkur Akurnesinga. Þar sem að við vorum 3. stærsta verkstöð landsins 1994 og landað 170.000 tonnum á Akranesi. Haraldur Böðvarsson var stofnaði 1904 frekar en 5 og var með miklar aflaheimildir. Við töpuðum öllum okkar aflaheimildum. Það er ekkert orðið eftir. Það er þetta og eins og með Vestfirðina og fleiri staði, Sandgerði og við getum farið bara vítt og breytt. Það er þessi samfélagslega ábyrgð sem að ríkir og á að ríkja hjá eigundum þessara fyrirtækja. Þar sem að eigandinn býr í þorpinu eða bænum, þar eru miklu minni líkur á að svona gerist. En þegar þú selur og sameinast eða eitthvað, þá gerist þetta og þetta er það sem að hefði þurft að tryggja betur að heilu sveitafélögin myndu lenda í þeirri stöðu að tapa allri sinni lífsafkomu á skömmu tíma. Sem betur fyrir hafa sveitafélög hreinlega vaxið og dafna þrátt fyrir að þetta hefur gerst eins og til dæmis Ísafjörður. Bolungarvík, þar sem að Laxeldi er komið þar og Þingeyri og allir þessi staðir sem eru núna allir sunnanverðu Vestfirðir líka? Alltaf uppleið aftur. Ferðamanna iðnaðurinn á Ísafirði. Við vorum með þing starfsgreinasambandsið þar fyrir 2 árum síðan og ég kerði nú að bryggju klukkan sem ég geri alltaf þegar ég verið út á land. Kerði alltaf nú að bryggju. Það er bara gamla dögin. Kom ekki 2 skemmtiferðaskip. Leggjast að bryggju. Bærinn fylltist. Algjör ferlíki líka. Algjör ferlíki. Fór inn í allar verslanir, skiluðu eftir sig gríðarlegum gjaldeyristekjum fyrir sveitafélagið. Og veistu það, ég öfundaði Ísfirðingarna að sjá þetta líf. Því að við Akurnesingar höfum því miður, eftir að við töpuðum okkar aflaheimildum, ekki notið þess sem að önnur sveitafélag hafa haft eins og hafa fengið Laxeldi eða ferðaþjónustu eða annars líkt. Því miður er núna verkefnið okkar, er að efla atvinnulífið aftur og við erum konum með góðan bæjarstjóra núna sem var ráðinn, fyrirverandi bakvörður okkar Skagamanna, en Sturlaugur Haraldsson, hann verður bæjarstjóri, ég hef fundað með honum einu sinni og menn eru sammála því mikilvægi þess að efla atvinnulífið því að aukin verðmætasköpun er grunnforsenda fyrir því að það sé hægt að halda úti alvöru sveitafélagi. Já, og talandi hérna öfgaskoðanir að þá náttúrulega líka núna að þá strax og það kemur upp að að laxeldi og ýmiss konar eldi bæði á landi og sjó eru fyrir hendi. Þá koma þessu öfgasjónamið og segja nei, það kemur í minn hlut að reyna að stöðva þetta út af einhverjum sjónamiðum sko. Og þá einmitt eins og
Mér finnst fiskeldinu er eiginlega besta dæmið þetta sko. Já, og jafnvel mjög hörð mótmáli frá mönnum sem að finnst eðlilegt að veiða kannski sama fisk í 3-4 sinnum og kvelja hann og draga hann að land og sleppa hann og svo til að fá að veiða Forljót, sólgleru trúðar. Nei, grundvallaratrið auðvitað þarf að tryggja að sjóeldi sé alltaf hafið yfir allan vafa, að sé ekki sleppingar og annað slíkt og ég held að það séu allir því að þegar við fórum heldum þing starfsgreinasambandsins og kíktum við í lagseldi í Bolungarvík og skoðum við vinnsluna þar og sáum bara sko, mikilvægi þess hvað þessi starfsemi hefur fyrir það svæði, gríðalegt. Þannig að þegar að fólk hér á sunnan tala bara að það eigi bara að loka þessu öllu og hætta þessu og hérna sko, mér finnst þetta að vera bara aukaskoðanis. Þetta er búið að bjarga heilu sveitafélagunum frá algjöri sko hnignun og þau eru á uppleið þessi sveitafélög og við höfum að þakka fyrir það, við þurfum bara að passa okkur á því að skattleggja ekki þessa grein sko bara burtu við hann. Það er mjög auðvelt að gera það því að það er svo auðvelt fyrir pólitíkusa að seilast í vasa bæði launafólks og fyrirtækja til þess að ég geti fengið að útdeila. Já, en ekki bara það sko, það er líka sko hérna, þeir eru alltaf með einhverjar sérkennilegar hugmyndir það ef þú sér 10 milljarða þá getur þú skattlagt 50% og þeir mun að halda áfram að vera þarna. Og þegar þú nefndir líka skemmtifæraskipin er ekki núna fyrir séð að þeir munu koma til með að fækka helming eða meira á næstu árum út af skattlagningu og það gerðu hægri menn sko. Reyndar var þeir settu það á dagskrá. Ég held að vinstrimenninu hafi nú klárað það. Já, ok, það er rétt. Nei, það var komið á hluta til en þetta var náttúrulega að grafa líka frá. Nei, alveg saman hver gerði það bara, þetta er alveg galið. Galið og veistu það, við erum svo gott að hlusta á viðtal sem var við framkvæmdastjóra golfklúbbs Grindavíkur. Það sem að þeir tóku ákvörðun það að lækka gjaldið niður í 49.900 krónur eftir hamfarirnar í Grindavík. Af því að klúbburinn var eiginlega deyja drottni sinum. Lækkuðu þetta bara rúmlega helming. Hvað gerðist? Miklu fleiri koma, væntanlega. 1300 manns eru núna klúbbfélagar, þannig að sko minna varð miklu meira. Þetta er svona skólabókadæmi það hvernig sko verðlagning getur haft áhrif á neysluhegðun fólks. Því larra sem það er, því fleiri koma og versla, því herra sem það ætlar að hafa, því minna færðu. Og þetta er svona skólabókadæmi að mínu áliti að horfa upp á þetta, að það er orðið vandamál í Grindavík, hversu margir klúbbfélagar eru komnir í golfklúbbin þar. Einvörgu vegna þess að þeir tóku þessa ákvörðun til þess að láta klúbbin ekki deyja drottni sínum vegna þeirra hamfara sem þau gengur gegnum. Já. Nei, ég hérna, eins og ég segi sko, að gott að þú sért komin í smella sport sko. Hérna, en ég er búin að vera í því síðan 1980. Jaha. Já, öll fjölskyldan. Bara leggjast í helgan stein svona snemma. Foreldrar mínir og allt, öll fjölskyldan mín. 1980 byrjuðum við. Já. Klúbburinn heima var Getur eitthvað? Vildi vera miklu betri. Hvað ertu með í forgjöf? Ég er núna með 15 eitthvað, 2. Ég veit ekkert hvað það þýðir sko, en hérna, ég veit að látt er gott. Já, ef þú ert með 0 þá þarf þetta að para völlin og það er nokkrir á Íslandi með slíkt, sumir með mínustölu. Já, það er ekki bara einhver atvinnum enn. Já, það er þessi bestu. Það er þessi bestu. En hérna, sko, svona í lokin, þá langar mig að tvinna þetta tvennt saman sem er annars vegar þetta hugafar, sko, líka letin. Og ég hef verið að hérna sko, björgunin við Látrabjarg man nú ekki hvaða ár það er þar sem fara þannig að bjarga einhverjum englendingum í sjálfsheldu og pranga niður klettana og síldarævintýrið í hérna á Siglufirði tökum bara Siglufjörð sem dæmi út af því að ég hugsaði með mér bara það ævintýri sem átti sér stað þar þegar við fáum ævintýralega mikið af síld inn í okkar lögsögu og hérna nýtum hana að þá
bara lögðust allir á eitt. Fólk kom allstaðar að og byrjaði bara að vinna og það var bara unnið frá morgni til kvölds og þetta var bara kallað ævintýri út af því að þetta var líka ævintýri fyrir fólki sem fekk mikið upp úr því og svo var þetta örugglega ævintýri að vera þarna. Ég hef pínu áhyggjur af því að með svona þessa sófabúa sem að kvarta yfir því aðrir sé að búa til verðmæti. Kæmi enginn að sunnan að vinna núna. Nei, það er því ég er að segja. Ég er að segja, skilur, þú veist, þegar þú ert með kulnun og þegar þú getur bara verið einhvern veginn að... Veistu það, ég er algjörlega sammála í gamla dag. Ég er bara, nei, leið mér að klára punkt. Ég er bara pínu áhyggjur af því að ef að, þú veist, slíkt tækifæri kæmi upp úr hattinu. Nú erum við með gervigrið, við erum að fá stórkostlega aukningu per framleiðsleiningu, þar að segja tíma, sem að hver starfsmaður getur unnið. En ég er ekkert svo bjartsýn að við endilega komum til með að nýta það. Og því að það hugarfar sem við erum með gagnvart verðmætasköpun og vinnumarkaða er bara, ég á þetta skilið, ég á að fá ímögu á, ég á að fá ókeypis húsnæði, ég á að fá ókeypis hitt og þetta, ég á að fá ókeypis þjónustu og ef að það er ekki fyrir hendi þá er það mannréttindabrot. Og þú veist, og eins og segi, síldarævintýri á Siglufirði. Væri fólk að koma frá að sunna? Miklu minna heldur en það var þá. Veistu það, Dóti, bara aftur, ég er bara með standa til oklappur í þessu, einfallega vegna þess að faðir minn hefur sagt það. Þegar að þeir mættu strákarnir á Bryggju, þá bjó hann í Hafnarfirði að ólst þar upp. Þá röðu þeir sér upp kannski 30, 40, 50 manns og labbaði skipstjórinn eftir röðinni að velja þann sem að hún vantaði kannski 2-3 menn borð. Í dag, sko, ég er alveg sammála, hvað hefur breyst? Nú mega börn ekki orðið vinna, við mega valla að bera út. Ég var byrjaður að beita 12 ára. Það var ofbeldi. Í dag var það sérlega bara barnavernda nefnd og það er bara risa fundur í 3 tíma að ræða þetta, hvernig datt ykkur í huga að láta barni verið í skóla og vera að beita 4 balla með hérna skólanum. Þetta er galið, sko. Koma svo með ísu handa kennaranum, nánast mútur. Nei, vitið það, þetta er svo gjörbreytt. Og hérna, ég hef áhyggjur af komandi kynslóðum ef við snúum ekki við. Ég hef reyndar gantast með það líka þegar Vaffer auglýsti hér, sko, ertu ekki komin í kulnun? Ég minnir að það hefur bara verið hér á hérna skiltum. Auglýsingaskilti bara. Þetta er algjörlega galið, sko. Og svo stór jókst það, sko. Strax í kjölfarið þá stór jókst það að fólk væri í kulnun. Það gerir það. Þetta er það besta sem að maður gerir. Ég misti nú son minn. Það besta sem ég gerði var í raun og veru að fara út á golfvöll aftur fljótt og koma mér í vinnu. Bara reynsa hugan. Þetta er sorgin alltaf til staður og svona, en bara ef maður leggst niður þá stendur maður ekkit upp aftur, sko. Það var bara hjá mér drífa mig bara í vinnu aftur og ég hef reyndar alltaf verið þannig, skilur. Þannig að ég hef áhyggjur af þessu og ég held að þetta fara að kenna líka bara í skólum, fjölbrautaskólum og víðar, bara hérna raunverulegu verðmætasköpun og hvernig verðmæti verða til og mikilvægi þess að fara vel með og svo framvegis. Já, en ég meina að það er samt alltaf fórnarkostnaður af því hvaða áfangar með skylduáfanga myndir að taka út. Þú erum með íslensku, starffræði, kynjafræði. Tökum kynjafræðina, byrjum þar. Nú? Já, ég vil miklu frekar að kenna fólki. Ég er fjármálalæsi og verðmætasköpun og annars líkt á undan kynjafræði. Það er bara mín skoðun. Já. En ég meina, hvernig myndum við þá koma til móts við fólk sem að... Hvað, steina eða? Þarf að, já, steina til dæmis. Hvernig á að læra það, hvernig á að koma... fram með konur, hvernig við búum hérna í feðraveldi sem að heldur konum niðri og sér til þess að það sé glerþak sem að þær komast aldrei upp úr, sér til þess að svona skoðanir ungmenna gagnvart konum eru alfarið niðrandi, horfum að konur sem bara svona aðskotar hlut sem að hefur einhver raunverulegu hérna hlutverki gegna, þetta eru skoðanir þínar. Og þetta er eitthvað sem við þurfum að hérna, sætta okkur það bara við að sé í lagi ef við myndum taka niður kynjafræðina. Já, nei, ég held að allir viti hvernig á að koma fram við konur eða flestir. Þetta eru hérna, ótugtir hérna víða. En mér finnst sko baráttan núna hafa kannski verið að það sem eru
í efsta píramítanum í íslensku samfélagi hjá konum, þær sem að sko hafa hæðist eru jafnvel sko komnar upp úr glerþakinu sko. Það er fullt af konum sem eru hér niðri, ræstingakonurnar og konurnar sem eru hér í umönnunarstörfunum og annað slíkt. Konurnar sem að voru í raun og vera að vinna þegar hvenna frídagurinn hefur verið haldinn núna síðustu ár. Og það var skilað kveðju á þær, það var svo mikið veisla. Já, ég er að segja þessa konur, þetta eru konurnar, láglauna konurnar í íslensku samfélagi sem að þarf svo sannarlega að beina spjótu sínum að, en ekki þær sem eru komnar upp úr glerþakinu og hafa hvað hæðist. Ég sá fyrirsögn núna fyrir nokkru dögum sem voru félag kvenna í atvinnulífinu og það var fyrirsögnin vilja mynda 2 konum sem ég kannaðist ekki við og fyrirsögnin var vilja jafna stöðu kvenna í stjórnendastöðum. Vissi samt alveg að þetta myndi ekki koma til með að snúast það að auka við þá stjórnendur sem eru karlkyns í stjórnendastöðum hjá hinu opinbera. Heldur var þetta bara náttúrulega hjá fyrirtækjum sko. Og það var einhvern veginn sko að vera að koma konum fyrir einmitt til þess að okkur líði betur með sjálf okkur sko. Þetta er stórundarlegt sko. Ég get ekki séð allavega ekki núna, það er sko réttindabarátta kvenna hefur svo sannarlega skilað árangur og rúmlega það, ég held að það líki algjörlega fyrir, við tökum bara stórfyrirtækin, tökum Norðurál, þar er æðsti maðurinn upp á Grundartanga kona, í Elkem kona, það var lengi vel hjá Rio Tinto og rannverist í öllum þessu stóru atvinnugreinum, nú það eru konur í toppstöðum í íslensku samfélagi út allt og það er ekkert mál fyrir akkurat þessar sömu konur sem eru þá með stjórnuna, telji þær á hallað á konur á þeim vinnustöðum og þá hafa þær tækifæri til þess að laga slíkt. Ég held að þessi réttindabarátta sem hefur verið hafð klárlega hefur hún skilað miklum árangri. Það þarf ekki að fara neitt í grafgötu með það. Það er stjórna orðið fjölmörgum stórum og öflugum fyrirtækjum vítt og breytt og eru síðan í veiga miklu stjórnunastöðum bæði á sveitastjórnastiginu sem og hjá ríkinu. Við getum náttúrulega bara tekið ríkisstjórnina, forsætisráðherra og svo er það utanríkisráðherra og svo er það menntamálaráðherra. Þessar 3 konur eru valdamestu konur landsins í dag og svo erum við með konur sem forseta. Og biskup og öllum lögreglu stærstu embættunum. Ég er reyndar vill horfa á bara hæfnina út frá getu einstaklings ekki út frá kyni. Nákvæmlega. Sem að var nú upprunlega hugmyndin sko. Já, sko það er fullt af eldklárum konum, líka eldklárum köllum og svo þegar við verið að vega og meta hver eigi að fá viðkomandi starf þá þurfa náttúrulega hæfnin og getan fyrst og fremst að ráða för. Já, heyrðu, við förum að ljúka þessu. Kjarasamningarnir. Hvernig berðu það að þessu? Hvað ætlar að gera? Sko, ég tel einn hóp eiga möguleika á að reyna að fá einkabætt og það er fólki sem að ruddu brautina, tók áhættuna og var lágtekjufólkið. Fólki sem að samdi hér 23.750 krónur og það er hægt að finna leiðir sem að þurfa ekki að kosta mikið. Það eru líka leiðir sem geta stutt og styrkt réttinda kerfi launafólks, ég get tekið sem dæmi. Það er með ólíkindum að fólk tapi launakröfum fyrir dómstólum á grundvelli tómlætis, réttindi sem eru jafnvel bara lágmarksréttindi og svo er það leigjendur og svo framvegis. Við munum klárlega vera í nánu sambandi og Sólveig Anna og þau félög sem gerðu síðasta kjarasamning. Þar er forseta ákvæðið til staðar en ég tel að nú sé komið að þeim sem að lofuð okkur að axla ábyrgð að axla hana raunverulega. Ertu bjartsýnn gagnvart ríkisstjórnin og fleira? Nei. Þetta verður gott? Nei. Ég er það, í grunninn er ég það alls ekki.
ég ekki heldur bjartsitt gagnvart bara fyrirtækjunum. En núna hafa þau nefnilega, ef að forsendur bresta núna, og við setjumst niður með þeim, þá höfum við núna til 2028, þegar kjarasamningur rennur út, tækifæri til þess að sýna í verki að við getum þetta öll saman. En ef það klikkar og kjarasamningar verða síðan aftur lausir þarna 1. janúar 2028, þá getur orðið mikið bál. En það má alveg reyna núna í september að athuga hvort við náum saman á grundvelli þess að segja, þið stungið okkur í bakið í febrúar 2024, ætlið að stinga okkur aftur í bakið núna, eða ætlið að axla ábyrgð og taka þátt í því að halda aftur á verðlagi, ætla sveitarfélögin að halda aftur á gjaldskrárhækkunum, ætla stjórnvöld að hætta með skattahækkanir og stöðla hér að læri gjaldskrárhækkunum. Ef að allir væri tilbúnir í þessa vegferð með undirritun, raunverulegri undirritun, og við myndum sjá verðbólguna fara hér hratt niður og vextina síðan samhliða, þá væri þess svo sannarlega þess virði að reyna slíka vegferð. Og ég reyndar var talsmaður þess að við höfum gert þetta strax í janúar og febrúar. Það var mín sýn, og ég átti mér þessi samtöl við samtök atvinnulífsins varðandi það að ég vildi byrja þessa vinnu fyrr og ég vildi reyna að koma í veg fyrir það að kjarasamningarnir forsendur myndu bresta núna í september eða ágúst. En einhverju hluta vegna þá sjáum við bara nýjustu tölur í dag að þetta allt að fara í öfu átt. Já, loka spurning. Hvað ætlar að kjósa í ágúst? ESB? Já, þú ert með $1 million spurningu. Já, ég get tekið bara sem dæmi að það er ályktun frá ESB frá 2011 að það er bannað að veiða hval. Ég geri mig líka grein fyrir því að til að ná þessum 2 atriðum sem ég nefndi hér fyrir þessum þætti, sem lúta að vöxtum og verðbólgu, að þá er það hjá okkur sjálfum hvort að það takist eða ekki. Og til að uppfylla þessi skilyrði, til að fá að taka upp evru, þá þurfum við að ná niður hér vöxtum sem eru svona meðaltalið það sem gerist í Evrópulöndunum, og við þurfum líka að ná niður verðbólgunni í x langan tíma, og ég spyr, ef við getum þetta tvennt og þurfum að gera það, á hverju þurfum við þá að afsala okkur fullveldinu eða þeim ákvörðunar valdi sem að við nú þegar höfum. Ég hef líka sagt við pólitíkina, ef þið lægið ekki vextina, ef þið afnemi ekki hér verðtryggingu og komi hér húsnæðismarkaðnum í lag, þá mun þjóðin segja bara, það er alveg þess virði bara að skoða þetta varðandi Evrópusambandið. Það þýðir ekki fyrir menn að hafa þetta svona endalust eins og þetta er. Það eru bara þessir 2-3 þættir sem eru hér undir. Það eru vextirnir, það er verðbólgan. Ef okkur tækist að laga þetta, þá er engin þjóð í þessari veröld sem kemst með tætnar þar sem við höfum hælana. Við búum í besta landi í heimi, nú þegar. En ef við komum þessu hlutum í lag, þá er þetta bara algjör paradís. Og við getum það sjálf. Það er mitt mat. En hvað ég kýs, verða bara hlustundur að lesa síðan út úr því sem ég hér sagði. Vili, nei Ágúst, takk aðeins